Velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Nú ætlum við að glugga aðeins í bækur. En á Glerártorgi einmitt bókamarkaður þessa dagana og til mín í sófann eru komnir góðu gestir. Það Margrét Sverrisdóttir, leikkona og Brynhildur Þórarinsdóttir, rithöfundur og dósent og þær eru náttúrulega báðar lestrahestar. Þær kíktu við á markanum og völdu 3 bækur og ætla aðeins að segja okkur kannski af hverju eða hvaða bækur þetta ef þú byrjar, Margrét, að sýna hvað þú valdir. Já, fyrsta bókin sem ég valdi og ég var ekki búin að ákveða neitt þegar ég labbaði þarna inn. Ég ætlaði bara að grípa það sem að svona gripi mig. Já. Fyrsta sem ég valdi var þessi. Anna í Grænuhlíð. Sem að er búið að þýða upp á nýtt og er núna held ég lengri en hún var í eldgamla daga. Já, nú er ekki neinu sleppt. Nú er engu sleppt, sko. Allt djúsi dótið hérna í, sko. Já. Og þýdd af henni frábæru Sigurláru. Sigurláru, já, einmitt. Sem að er með bóka Jesús, nú man ég ekki neitt. Bókaforlagið fyrir austan, heitir það ekki bara Bókstafur? Nei. Bókstafur? Er það ekki? Jú, ég veit þetta alveg, sko. Ég bara manna ekki þegar ég ætlaði ekki að segja þetta, sko. Nei. En ég valdi þessa bóka því að ég var svo hrifin af þáttunum þegar ég var barn eða unglingur. Já. Og ég man ekki hvort ég hef lesið, ég held ég hafi gluggað í gömlu bækurnar, sko, en nú ætla ég að lesa þessa. Þú ert eftir að lesa þessa sem sagt. Já. Með vasaklútana. Þú verður að hafa vasaklútana tilbúna, ég veit allt um það. Já, flott, eigum við að fá næstu fyrstu bókina þína þá? Já, nú langar mér nefnilega líka að lesa Annu í Grænuhlíð aftur. Það er komið svo mörg bindi nefnilega núna sem voru ekki í gamla daga, sko. Já, þessu var þjappað saman, já, held ég. inntökin sem maður sótti upp á Háaloft til ömmu og sem mamma hafði líka lesið og nú eru þær sko að klára þýðingarnar. Þetta voru nefnilega, ég held að það voru 7 bindi upphaflega eða eitthvað svoleiðis. En ég tók ekki Önnu, ég hef svo mikinn áhuga á norrænum arfi, goðsögum og miðaldabókmenntum og hef sjálf verið að glíma við það svolítið og fyrsta sem ég greip var norrænar goðsagnir eftir Neil Gaiman og hann notar gamla arfinn, gömlu norrænu goðsagnirnar eins og við þekkjum úr Snorra-Eddu og bætir við. Ó, þetta er svona skáldsaga líka, eða? Já, hann er svona skáld í eyðurnar og tengja betur saman og hann er mjög þekktur svona fantasíuhöfundur, skrifa barnabækur og teiknumyndir og fantasíur fyrir allan aldur. Og þessi kom út núna fyrir jólin, þýdd af Urði Snædal. Já. Og mér langaði bara svo að eiga hana. Já. Mér langaði svo að lesa hana. Ég var rétt búin að glugga í hana fyrir jólin og líst alveg rosalega vel á hana. Þannig að þú ætlar kannski að sökkva henni í þessa páskana, eða? Það gerir það vel verið, því ég sé það alveg fyrir mér með páskaegginu. Já, spennandi. Margrét, hvað varst þú svo með líka með? Já, svo við höldum áfram á þessum nótum þá valdi ég sjálfsögðu Goðheimabókina sem vantaði safnið. Já, þú fórst í teiknimyndasögu. Já, þessar bækur var ég sjúk í sem barn og þær voru til á bókasafninu heima nema það vantaði þá minnir mig bók númer 5 sem var eins hátt og hafði verið farið á þeim tíma þegar þær voru þýddar. Og það var bara einn vinur minn sem átti þessa bók og það var farið sérstaklega heimsókn til hans til að lesa þessa bók. Magnað. Það var stopp eftir 5. bókina og nú er eitthvað að gerast. Nú er þetta að koma áfram. Og hvað það séu margar? Veistu það? Ég man það ekki. Það eru fleiri en 8 allavega. Og ég man eftir að hafa séð þær í bóksölu stúdenta á dönsku þá 3 og 3 saman í bindum. Þetta er mögnuð lesning. Þetta eru frábæra bækur, ferlega skemmtilegar. Og svo las ég einhvers staðar að þetta væri nú eiginlega ekki barnabækur af því það væri svo mikið nekt í þeim. Ég minnist þess ekki að það hafi eitthvað truflað mig. Stöðað okkur nokkuð? Nei, eitt að brjóst til að frá hvað. Free the nipples og það allt. Já, ég minnst þess ekki að það hafi verið eitthvað issue, sko. En það eru ferlega skemmtilega bækur. Já, ég tekið undir það. Takk fyrir og Brynhildur, bók númer 2 hjá þér. Já, nú var ég heppin að ég keypti mér nefnilega Goðheimabók á markaðnum. Ég kom ekki bara heim með bækurnar fyrir þig, sko, heldur stóran poka líka, en ég voru næstum búin að koma með sömu. En ég stoppaði í barnabókadeildinni, það er alveg frábært úrval þar. Og mikið á svona þýddum fantasíum og svona sem að seldar eru sko í 2 og 3 í plasti saman á sko ekki neitt. Það er mjög mikið af barnabókum. Mikið af barnabókum, spennandi. En ég tók eina, það er svo oft talað að vanti svona léttari bækur fyrir sko krakka sem eru nýorðnir læsir, svona kannski 6 til 9 ára, 10 ára. Og
hér tók ég Þórdísi Gísladóttur, Randalín og Munda og afturgöngurnar. Af því að við eigum fyrri 2 bækurnar heima og þetta eru alveg ótrúlega skemmtilega bækur. Þau eru svo fyndin og skemmtilega Randalín og Mundi. Þetta eru svona prakkara vinir. Taka upp alls konar upp á tækjum og bara mjög slá í gegn hjá krökkum á þessum aldri. Lest þú stundum svona barnabækur? Ég les barnabækur mér til skemmtunar og ég les líka mikið bæði fyrir krakkana mína og með þeim. Mér finnst mjög gaman að lesa sko það sama og þau eru að lesa. Þannig við getum talað bækurnar. Það svo mikilvægt sko, við erum ekki bara alltaf að segja svona farðu og lestu meira. Og vera svo ekkert sjálf inn í því sem þau eru að lesa. Man þarf að geta sko hvart þau með því að spurja út í sko, hvað finnst þér þetta, þennan endi eða hvað myndir þú gera eða. Þetta frábært ráð. Það alltaf allir að reyna að finna einhverja leiðir til að auka lestur og viðhalda þessu, þannig að fá bara auka eintak lánað af sömu bók. Fá auka eintak eða bara lesa það þegar hann sofnaður. Þegar hann sofnaður og vera aðeins og undan. Snuð. Þannig þess áttu eftir að lesa. Þess á ég eftir að lesa og ég býð spennt. Hinar voru mjög skemmtilegar. Nú ég að fara á markaðinn og ná í þessa. Þetta minni stelpur. Nákvæmlega. En þú átt eina stóra bók eftir hann og hún svo falleg. Svo falleg. Fyrir fólk eins og mig sem með eitthvað svona kortaæði. Ég elska kort. Og ég myndi veggfóðra húsið mitt með kortum ef það væri í boði, sko. Og að skoða kort, ég get bara dögum saman. Ekki samt hvernig kort sem er Jú, bara nánast hvernig sem er. Bara borgarkort og landakort og svona. Mér finnst það bara eitthvað svo fallegt. Þetta allur heimurinn bara svona fagurlega skreyttur? Þetta nefnilega, sko, þetta allur heimurinn. En svo eru tekin svona einstök lönd. Þannig maður sér sko Evrópu og síðan kemur að Asíu og öllum hinnum hérna. Og svo eru svona einstök lönd tekin fyrir. Til dæmis Ísland. Hérna og þú veist, það ekkert víst kannski verið að alhæfa og allt það, en það skiptir bara ekki máli. Þetta er svo fallegur gripur, litirnir, áferðin. Til dæmis hérna, þetta hús hér, þetta Bláa kannan og samkomuhúsið? Þú meinar. Ég hefði giskað á leikhúsið, samkomuhúsið. Ég hefði gert það líka, en þetta blá. Þetta Bláa kannan eða ekki? Þetta Bláa kannan? Það getur bara vel turnana. Nú veit maður ekki. En mér svolítið gaman að það sé ekki Akureyrarkirkja samt. Já, það óvenjulegt. Óvenjulegt. Húsavík, þessi hús ekki, kannski áttu að vera Baukurinn, ég veit ekki. Já, getur verið eitthvað niður á höfninu hana. Já. En þessi guðdómlegt. En hún ofsalega falleg og það svo góð lykt af henni. Nú, það fylgir líka. Og átt þú ekki eina eftir? Jú, eina eftir. Það Doðrantur frábæra konu, mikla fyrirmynd, Vigdísi Finnbogadóttur. Og þetta eina af þessu bóku sem bara maður þarf að eiga. Já, sammála. Þetta fallega myndskreytt bók og ævi hennar og aðdragandi að því hún kosin, rakin. Þetta forvitnilegt. Þetta mjög forvitnileg bók og ég á talsvert af svona ævisögum merkra kvenna heima, stjórnmálakvenna og leiðtoga í heiminum. En þessa vantaði mig. Þessa vantaði þig, já. Frábært. Þetta er vel valið hjá okkur stelpur, bara kærar þakkir. Ætlið að lesa svolítið páskana, eru þið búin að ákveða það eitthvað? Já, það alltaf hluti af því að vera í fríi, að lesa svolítið. Maður það líka komast á skíði. Já, það þetta tvennt. Og borða súkkulaði. Já, skíðir, ég ekki alveg þar, sko. Nei, þú ert með ungabarnaheimilinu. Ég með ungabarnaheimilinu, það ekki mikið lesið. Nei. En ég með svona Kindle app í símanum, þannig ég get lesið í símanum þegar hún sofnuð upp í rúmi, sko. Já. Þannig ég spæni þær í mig þar, en það allar á ensku. Mér langaði svo örstutt í lokin áður en við hættum að forvitnast myndbandsamkeppni sem þú getur kannski sagt okkur eitthvað aðeins um. Ég skal gera það. Það myndbandasamkeppnin Siljan sem Barnabókasetur stendur fyrir krakka í 5. til 10. bekk. Já. Og markmiðin með henni að fá börn til að lesa meira og tala bækurnar sem þau lesa. Því að ef börn alltaf að lesa í einrúmi og ekkert að segja frá því sem að lesa, þá smitast ekkert lestraráhuginn. Þannig að við erum að reyna að skapa þannig jákvæða lestrarfyrirmyndir og líka að gefa börnunum tækifæri að tengja saman sko, tækni og bókmenntir, þessar 2 ævintýra heima, snjallsímann og bækurnar. Þannig að krakkar gera 2 til 3 mínútna myndband nýlega barnabók sem kom út á íslensku, nýja eða nýlega, geta valið sér bók. Ef hún kom út 2015 til 17. Senda okkur á barnabókasetur@unak.is og það eru mjög fín verðlaun nefnilega. Bæði peningaverðlaun fyrir krakkana í fyrstu 3 sætunum í hvorum flokki, 5. til 7. bekk og 8. til 10. En svo eru aðalverðlaunin.
Það eru nefnilega 100.000 króna bókaúttekt fyrir skólasafn Sigurvegarinnar. En flott. Og það Þetta er magnað. vita allir sem að fylgst hafa eitthvað með skólastarfi að skólasöfnin hafa verið fjársvelt. Já. Og yndislestrar átök og allt þetta sem við erum að gera til þess að fá börn til að lesa meira, það stundum strandar á því að það er bara ekki bækur til að lesa. Ef að krakkar gera þetta kannski páskana, eru þið þá nokkuð að seina að senda inn eftir páska? Já, sko, skilafrestur rennur út 28. Hann rennur út á Á miðvikudaginn. miðvikudaginn. Núna Þannig að það er að hafa hafa hröð, bara Nú hafa þeir 5 snörhandtök. daga. Já, það hröðhandtök. þetta er frábært. Heyrðu, kærar þakkir fyrir komin að báða tvær og bara gleðilega páska. Gleðilega páska. Hérna ættur auglýsingarnar ætlum við að fræðast aðeins snjóblak sem verður haldið hérna á Akureyri helgina.